dúkka mín sko. Ég nota tónleikum. Ég heiti Birgir Örn Thoroddsen, en hljómsveitin heitir Hverfver, ég heiti ekki Hverfver, bara starfræki hljómsveitina. Sumir vita ekki hvað ég heiti, sumir hafa nú reynda spurt mig að því hvort að ég heiti sko Birgir Körver, hvort að það sé enskt eftirnafn eða eitthvað. Nei. Já, platan Haf, já, hún gefin út hjá Smekkleysu. Já, Ullabjakk, útgáfufyrirtæki mitt, líka, útgefandi. Já, það var enskur maður sem heitir Andrew Mackenzie sem tók plötuna. Og hefur líka tekið Swans, hann mixaði 2001 lög. Platan tekin upp aðallega í ágúst á þessu ári, síðan 1994. Já, allir textar eru á íslensku. Það er að segja að ég skipti yfir úr ensku svona fljótlega eftir mánaðamót, nei, áramót. Maður getur auðvitað sko sami góða enska texta, en maður getur líka í langflestu tilvikum sloppið með mjög lélega texta á ensku. Þetta er mikið meira áskorun að semja á íslensku. Hverfver byrjaði sem sagt fyrst, þá var bara ég með trommuheila. Síðan sumarið ákvað ég að kaupa mér tölvu sem var svona örlítið fullkomnari, það var bassa með. Og núna er ég byrjaður að vinna dálítið með segulbandstæki, eða þannig, 4 ára svo upptökutæki og vissulega tölvu líka.
hljómsveitin þannig. Já, ég mikill Marilyn Monroe fan. Hvernig bassinn lítur út og hvernig bassatrúmman lítur út sko. Já, ég hef sem sagt málað sem ég var bara smákrakki. Þetta er myndverk sem heitir Epli og appelsína. Þetta er ein mynd en tvær myndir en samt eitt myndverk sko. Þetta er heilaga þrenningin sko. Ég uppgötvaði þetta núna í sumar þegar ég var að raka mig. Af því ég get ekki safnað börtum og þá ákvað ég að bæta upp með að setja svona 3 punkta í stað.
segja, já, við heitum 2001. Við strákarnir í Við heitum 2001. Já. Þetta er Sölvi 2001. Þetta er 2, 0-0 og þetta er 1. Ég er 1. Það er það. Og kynntu við. Sölvi, H. Blöndal. Það er mitt nafn. Já, ég heiti Ólafur Jónsson. Öðru nafni Ó. Jónsson. Ó. Jónsson. Ég heiti Gaukur Úlfarsson. Janúar 1994 var kynstinn til. Við Hljómsveitin, hún er hérna áramótaheit í okkar. áramótaheit okkar. Alveg búið til hljómsveit. Og við erum eiginlega svona endurfæddir aftur. Svona eftir ábyggilega önnur endurfæðing hljómsveitarinnar í dag. Við erum hérna 3 eftir og erum að leita. Við erum ekki að leita neinn. Ég auglýsa það. Já, við auglýsum eftir Það er auglýsingar starffólki. Skipulegan HA. Spilum skipulegan HA. Platan heitir auðvitað Frigg. En ekki Frík. Frigg. Það er lag sem gefur upp plötuna Frigg. Útgáfufyrirtæki lags. Hljóðstöðin hefur aldrei gefið út af þar. Já, jú. En við hefum komið á safnplötum. Já, samt. Hér og þar bæinn. Já, þetta er ég og hann þessi drengur sem situr við hliðina á mér. Við stofnuðum þessa blessuðu hljómsveit. Þannig að svo bara kom þessi maður og tók öll völd og við höfum verið að Hans þrælar síðan. hans þrælar. I feel good now, 'cause I just kissed my baby. I feel good now, 'cause I just killed my baby. Hljómsveitin hefur séð til þess að við hefum enga vini. Við erum svona mjög suicidal hljómsveit. Mjög hataðir. Þetta er nú skemmtilegt, þetta er út af því að við höfum fengið sko alla vini okkar í hljómsveitina og rekið það úr hljómsveitinni síðan. Þess vegna eigum við enga vinir lengur, þetta er vítaringur út af fyrir sig. Svona mikið fyrir að koma okkur í vondar aðstöður og svona við vitum alltaf bak við eyrað hvers slags skít við erum komin í, sko. En við erum svo bjartsýnir, svo jákvæðir, svo bubbi. Við erum haldnir sko svona 50% bubbaveiki og 50% sjálfstortímingar kvöld. En við erum samt ekki komnir út í raggið. Getið líka selt hljóðfærin okkur og keypt upp bong-plötulagarinn. Það er nú þegar við erum að slá undir beltisstað. Takkið tónlist ykkar alvarlega. Nei, við erum blessunarlega lausir við það, minnst þóttu ég. Já, persónlega þá tek ég þessu mjög alvarlega. Mér sárnar mjög að heyra hinir meðlimirnir taka sig ekki eins alvarlega og ég. Og þar vil ég segja að ég er hættur hljómsveitinni. Við erum hljómsveit Pandabirninir og við erum í alvarlegri útrýmingarhættu. Sem að fyrir 2001 í útrýmingarhættu.
heiti Eggert. Ég heiti Páll Ragnar. Ég heiti Danni. Og Birgir Örn. Já, byrjaði helbinguna með Eggerti, með kassagítar og bassa. Og það voru eiginlega bara svona popplög sem hérna komum þeir hérna seinna. Við komum að æfa. Við spilum fyrst í hérna óháðu listaháttinu. Saskóla. Þetta er nafnu Slipp, hvað heitir við Slipp? Þú voru á þeim allir? Já. Svo breyttum við nafninu í Maus. Þetta er samt ekki saman hljómsveitin. Og spilum næst á Portátíð á Lækjartorgi. Þetta er gríðarlega tökki. Það er ríkalegt. Það var ekki... Hei hana! Við erum hérna... bara óhátt rock. Ég veit ekki hvort það er eitthvað... við viljum halda að þetta sé eitthvað nýtt sko. En hérna... við vorum bara svo að sé. En þetta er svona flokka undir óhátt rock. Já, við erum ekki á okkar fyrstu breiðskífu. Daniel, hvað heitir breiðskífan okkar? Hún er allar kenningar heimsins og öll meira. Já, og Smekkleysa gefur út, við gefum út með Smekkleysu, slappa að hafa þeim. Og það er Jabis sem dreifir. Það að slá í gegn á Íslandi er ekkert rosalega... Það er ekkert svo heillandi. Nei. Ef maður sér þessar hljómsveitir sem er að slá í gegn á Íslandi, þá bara... Það er maður einhvern veginn upp í hálsinn. Ég held okkur líka ákveðlega við þá stöðu sem við höfum núna sko. Ég held að alveg eitthvað fólk vita á hvað skilur. En mér finnst það er til alltaf mikið af svona heimskum rockhljómsveitum sko. Nei, við kunnum ekkert að hljóma. Við náðum alveg að verða þéttir og svona annars að við kynnum neitt rosalega mikið af hljóðfæri. Allir þessir hljóðfærleikar sem eru rosalega lærðir sko, þeir eru allir nákvæmlega einu sko. Þetta spá held ég mikið í tónlist. Við erum svo hræddir við hérna það sem við kalla pródúserar. Við vitum það að stór útgáfufyrirtæki á þessu höfuðborgarsvæði eru rosalega mikið fyrir það að reyna að breyta tónlist listamannsins og reyna að koma, þú veist... Söluvætnir. Já, þeir eru sko... Þeir eru svona... Þú veist, þetta er allt einhverjir gamlingar sem að hérna... þekkja bransann rosalega vel og þykjast vita betur hvernig það á standa. Þannig að það stöðar alla þróun. Þannig að við erum rosalega mótið því.
Hvenær stofnuðu þið hljómsveitina? Þetta er svo löng saga. Já, segð hana. Já, sko, það byrjaði hana eitt vetrarkvöld í Keflavík. Vorum við í herbyggi? Já, Birgitta á Macintosh. Búin að éta okkur yfirfullar og ógeðslega feitar og ljótar. Jólin 91 held ég. Var það ekki jólin 91? Við ákváðum þetta. 90? Nei, 91. Við ákváðum þetta þá, svo liðið svona 8 mánuðir og allir gerðum, nei, 9 mánuðir allir gerðum eitthvað. Við áttum engin hljóðfæri og kunnum ekkert. Sko, við lofum að vera með skemmtiatriði á hérna risastónleikum í FS og sögðumst vera í hljómsveit og við erum búin að tala svo mikið þetta. Þannig við fengum viku til að æfa okkur og bara koma á tónleikara og spiluðum. Tókum á bíl og eitthvað. Slóðum ekki ekki, alveg allir bara fórum svo í músitilraunir. Unnum. Með þessi 4 frumsýtulög. Og svo liðið 2 ár. Það var allir svolítið nýjum lög. Já. Það var bara, kom miklu seinna fiðla, hún tengdist ekki strax. Og það var bara klassískt og það var eiginlega ekkert sem var, það var bara klassískt og pop. Og það var svona frekar erfitt að koma þessu inn á. Ég var beðinn að koma í hljómsveitina þegar þú hringdir í okkur. Það hringdi í mig. Og báði mig að koma og spila bara á plötu. Það var nú ekkert, ég átti ekki að vera með hljómsveitinni fyrst, eins og það var. En þannig gekk þetta að ég bara gekk til liðs við hljómsveitina og þannig var það. Og Emiliana vinkona mín hringdi mig. Emiliana Torrini. Torrini, já. Og hún sagði að hún var búin að, ég geti fengið að pröfa í hljómsveit. Ég nei. Það var ekki. Svo dreifði mig bara og búin að vera síðan. Þetta er mæ. Já. Fyrsti gítarleikur sem við pröfum. Það var við bara, ok. Gekk mjög vel. Þegar við gáum út Drápu, þá gerðum við samning við Smekkleysi upp á eina plötu. Það var, mann eftir ég búinn að spila í MH og Ásið eitthvað kom á tónleikana. Það var svona 2 vikum eftir að hættu við samning á Skífunni. Og hann bauð okkur samning og við bara Smekkleysi er alltaf búinn að vera draumur frá því að við ákváðum að vilja byrja í hljómsveit. Það var bara, já við fengum samning hann þegar 92 jólin. Og svo rann hann út og fengum annan samningi núna bara í vor. Græðið upp á þessu? Nei. Við græðum bara athygli once in a while. Hún hafði aldrei spilað á rafmagnsgítar, hana? Nei. Rafmagnsgítar? Nei. Það sko. Þetta er bara okkur þykir við vera ágæð, sko. En við erum samt ekki minnir að stæla. Já. Hefur þið góðið trappa á þetta? Já. Nei, það var mjög mikið þegar við varum að byrja að spila eftir músitilraunir, við vissum ekkert hvað það gekk út á, sko. Að fá peninga og svona, bara þetta var bara eitthvað weird. Þannig að það var oft sviknar peninga. Sviknar peninga og svona, þú veist, þegar við vorum ekki nógu harðar á því að segja bara þetta var dýrling, þú veist, við bara svona, fyrirgefðu. Og líka með svona nokkra minnumáttarkennd þannig að við vorum alltaf svona, já, við skiljum þetta svona. Já, ég vil það svo Björk. Ég vil það svo Madonna. Við búum bara 2 í Keflavík núna. Já, og við erum fastar í skólanum þar. Hvernig er það, þið ekkert farið að lifa svona eins og rockarar? Nei. Hvernig lifa rockarar? Við erum einhverjum dæmigerðir rockarar á landinu. Doughboy. Chicks and rock'n'roll man. Jú, við náðum ítt mikið að gælum, sko. Já. Ég ítt mikið að kvöldu. Já, fórum hana með Ham á Akureyri og Húsavík. Hvernig var það? Já, það er saga að segja til næsta dag. Það var mjög gaman og allir trúfust. Það var bara... Já. Það var ég að spila með Sororosett. Það var rock'n'roll-ferð. Já, full. Það var stokkarlega gaman. Og Sororosett var með? Já, Sororosett var með í förinni og þá var ég að tróma með þeim, sko. Þetta var mjög athyglisverð og skemmtileg ferð.
frá, ég kíkja á okkur baksviðs, við erum komin niður í kjallara. Já. Gangi ykkur vel. Bye. Tjekka á þessu. Much better. Much better. Hey, come on. En okkur langar til að tileinka tónleikana góðum vini okkar sem er farin frá okkur í bili, sem heitir Fróði Finnsson og hann var búinn að heyra á plötuna og hann fannst hún æðisleg og við metum það mest þannig að hann á tónleikana í kvöld. Hvað er komið? Lost.